Jæja, Almar. Lítið spilað en mikið að fylgjast með og með liðinu svona þessa síðustu leiki. Hvernig, ef þú leiðir mig gegnum, hvernig hafa síðustu dagar verið með íslenska landsliðinu? Bara mjög góður. Þetta var mjög svekkjandi niðurstaðan á móti Belgíu. Ég fannst mér vera með leikinn í okkar höndum en gera nokkuð klaufaleg mistök en ég meina það bara það og svo fannst mér að sýna frábæra frammistöðu í gær og bara vera á stað þar sem við áttum séns að keppa það að vinna og svo fór eins og það fór. Fyrir því sem unga leikmanni, við varst á okkur listum við svona yngstu leikmenn þessa móts. Hversu miklu máli skiptir það fyrir því svona persónulega sem á framgang þinn innan landsliðsins að fá að vera með liðinu núna á þessu móti? Það er auðvitað bara frábært, maður bara lærir helling og fara að fylgjast með bestu leikmönnum, hvernig aðtapna sér bæði innan sem þetta allar og svo bara fá smá svona reynslu af þessu. Þannig að það er bara mjög gott og bara mjög þakklátur fyrir það. Leikurinn á morgun á móti Slóveníu, spilaði á móti einna betur leikmönnum heimsins í dag, nr. 77 hjá Slóveníu. Ekki spenntir farandi inn í þá viðureign? Jú, bara klálega. Þetta er gaman að spila á móti leikmönnum eins og Luka og sérstaklega þegar mann líður eins og sé bara góð möguleiki til að vinna á. Ég held að það sé fátt skemmtilegar en að spila það svona gæja og horfa á það og tapa. En auðvitað verður það erfitt og mikið verkefni og hann er bara ótrúlega góður í körfubolta og eins og sé besti leikmaður í heimi. En það er margt sem fylgir því og þetta er svona smá sýning þessi leikir þeirra. Þannig að við þurfum bara að mæta og spila krafti og reyna svona eitthvað disrupta því sem þeir vilja gera. Kærar þakkir Alvar og gangi ykkur vel á morgun. Takk.